Hárið mitt not doing it for me í dag. Það sunnudags, ég ætla að fara að morgun klukkan 12. En ég að fara í lunch með Hrönn-frænku. Já, ég var að segja, ég að fara í hádegismat með Hrönn-frænku minni. Og ég með síma? Svona ég alltaf. Ég með þetta? Já, ég með síma minn. En já, við erum ekki búin að hittast mjög lengi, þannig að hún býr í Bournemouth, eitthvað sem ég hef aldrei kunnað að segja. Bournemouth. Ég spyr bara eftir. Ég ætla að fara að hitta hana, fá mér eitthvað að borða því að ég svöng. Svo ætla ég að skuttlast með þessa í framköllun ef það opið á sunnudegi. Og byrju, það nokkru eftir. Já, þannig að ég ætlaði að hoppa í það, svo þurfum við Stulli að stökkva eldsnöggt í IKEA og þá held ég að við séum góð í dag. Við komum suður í gær í brjáluðu veðri. Ég get ekki keyrt án gleraugna. Já, það var sko klikkað veður á leiðinni í gær. Við vorum held ég bara með síðustu bílunum sem fengu að fara á Holtavriðina. Ég get þetta ekki ímynda mér að það hafi margir komist niður eftir að við vorum þarna. Það var hræðilegt. Það var svo fallegt veður fyrri hlutan þangað til í Varmahlíð, svo var það búið. En já, þetta er Ísland, classic. En við komumst heim og ég vona að allir aðrir hafi gert það líka sem voru á ferðinni í gær. Þannig að við erum á leiðinni í IKEA. This is what we came for. Þetta er einn spegill sem mér finnst koma til greina. Stulli ekki sammála en Stulli vill alveg alls ekki þennan. Þannig að við ætlum að taka Stockholm spegillinn. Stóru típuna. So we feel like home. Gonna look good. Lappin var ekki til hins vegar. Nipp. Þetta er ekki fyrst að það ljós. Ó, maður sjá. Þetta er ljósiliturinn. Þetta er rétti. Ha? Ég ætla að taka annan bara, ég held að Hann virkar svaka ljós. Það er svolítið classic Stulli að missa alla speglana núna. Ó, guð. Aldrei hætta. Herri, já, við fengum helminginn af lampanum, peruna, sem var reynda dýrari en lampinn, en oh well. Mikilvæg hlutir. Og of course, a mirror. En kleinurnar voru búnar, þannig að þetta var eiginlega ömurleg ferð. Ígúl, spígúl. Planið var að grípa sér kleinupoka og leiðin út, sko. Það var svo geggjuferð, hætti sér. Þetta var mjög gaman. Við erum sammála það að IKEA á Íslandi er betra en IKEA í Svíþjóð. By far. Hot take. Nú fyrir við heim. Þetta er hot, bara Facts. Nú fyrir við heim að setja upp spegil. Eitthvað grín hvað þetta er fallegt. Ha? Would you look at that? Góðan daginn. Úff, það er kalt. Það snjóaði svo mikið í nótt. Ég kom fram og leit út á gluggann bara. En ég sem sagt á leiðinni í Litun hjá henni Sóli bestu. Og já, það er sunnudagsmorgun, klukkan 10 og ég er ógeðslega þreytt. Maður er búinn að snúa sólarhringnum svo svakalega við eitthvað. Þannig að já, ég ætlaði svona að reyna að taka eitthvað upp, en yfirleitt annarkvort gleymi ég því eða þori ég ekki, þannig að we will see hversu vel það gengur. En förum og keyrum í þessum blessaða snjó.
potentially ósátt við að þetta sé birtan sem ég er að velja að sýna þetta, en it is what it is. Lokaði á honum svoleið. En oh my god! Þetta er svo flott og ég er svo glöð. Ég get allavega alveg fakta það að ég hef aldrei komið ósátt frá Sóley, þannig að mæli með 100%. Þetta er svo vel gert, er að djóka. Unique Hair and Spa. Hún er í Síðumúlanum. Þannig að ég mæli með að bóka hjá Sóleyju. Cause she's a freaking genius. Toot my own horn og segja I slayed this makeup. It's looking real good. Síðasta ferðalagið sem ég þarf að fara í þangað til í mars. Ég er komin svo mikið ógæði að pakka að það bara Nei, svona flott. Þá er það fyrsti leggur Kef til Köpen. Núna. Þetta er eitthvað mesta disappointment ever. Shit, hvað er leiðilegt. Oh my god. Góðan daginn frá Stokkólmi. Það er svo ógeðslega kalt í dag. Það er svo ekstra kalt hér. Það er allt öðruvísi kuldi í Svíþjóð heldur en heima. En það er satt sunnudagur og ég þarf að fara í smá erindagjörðir í bæinn. Græja ýmislegt. Stulli er bara heim að læra. That's his life akkur núna, hann er í prófatíð. Þannig að ég fer bara ensam. En já, ég þarf að fara í Åhléns, svo þarf ég að sækja pakka og já. Og ég var að missa af lestinni. Ég stökk í Kicks til að grípa nýjan brettara og þarf að athuga hvort ég finni krem líka. Ég ætla líka að grípa þetta hérna og því ég er ekki viss um að þetta sé til heima á Íslandi. Ég hef svo innilega ekki gaman að því að vera svona miklu magnmannisk. Eitt stopp eftir aðdöðu með krem og svo er ég farin heim. Það er svo kalt og það er alltof mikið af fólki inni í bæ. En ég er alveg að vera búin með það sem ég þurfti að gera. Ok, þá er ég officially búin að gera allt sem ég þurfti að gera niður í bæ. Þangað til ég kem aftur í mars. Ég var í rauninni bara að skreppa að kaupa nokkur áfyllingar á beauty products sem eru miklu ódýrari hér heldur en heima. Og já, skipta einni jólagjöf. Og
That's about it. Njóta þess að labba En já, nú ég bara komin heim og ætla að fara aðeins að slaka á. Og vá, himinninn geggjaður. Allt að frétta in the kitchen. Stulli búinn að læra í allan dag, þannig ég búinn að vera það bil hér í allan dag. Það United Liverpool, sem sagt. En já, við fengum ravioli sett í jólagjöf sem við ætlum að testa núna með þessu apparati. Svo erum við fyllingu hér, svona graskersfyllingu og já, let's test it out. Mánudagur í dag og já, ég held að sé ekkert annar staður til að byrja en að ég að flytja til Íslands. Ég ekkert búin að snerta mikið á því undanfarið en ég sem sagt búin að vera í Stokkhólmi síðan ég kláraði námið í sumar eða vor og fórum svo náttúrulega heim í sumar og kom aftur í haust. Ég var aðeins að vinna á Íslandi í sumar en ég ekki búin að fá neina vinnu í Stokkhólmi. Atvinnumálin í Stokkhólmi akkurat núna eru ekki upp á sitt besta. Og ég búin að vera bara að reyna og ég veit ekki hvað ég búin að sækja marga vinnur. Einhverjir tugir, jafnvel upp í 100. Það kemur ekkert á óvart. Ég veit ekki hvað ég búin að skrifa mörg kynningabréf á sænsku. En svona þetta bara stundum. Ég mjög mikið og reynir mjög mikið að vera firm believer í everything happens for a reason. En þetta var bara svona núna eins spennt og ég var fyrir því þegar Stulli komst inn í KTH að við yrðum inn í 2 ári viðbót. Þá það bara ekki alveg staðan. Stulli verður samt of course áfram og klára námið sitt. Planið fingers crossed, nú ætla ég bara að manifesta þetta með að segja þetta uppátt, að hann geti skrifað mastersritgerðina sína með íslensku fyrirtæki af því að það þetta ideal fyrir hann af því að hann kemur beint heim eftir nám. Ef að það staðan, þá getur hann flutt heim jólin. Þannig að faktist þetta bara núna fram á sumri og þá frá sumri og til jóla þar sem verðum í sundur. Ekki ideal aftur, en við erum búin að vera saman í 7 ár og við höfum ekki miklar áhyggjur af þessu ef ég á að segja alveg svo. Auðvitað verður þetta samt frekar glatað að fara frá að búa saman hérna ein úti og vera alltaf saman og fara yfir í að vera aldrei saman. En ég kem út í mars, við erum svona að hugsa að gera eitthvað páskana og svo kemur Stulli heim í sumar þannig að þetta ekkert til að grenja yfir en auðvitað þetta samt erfitt. Við erum að leita nýrri íbúð fyrir Stulla, eitthvað aðeins minna því að þessi svolítið stór og dýr fyrir eina manneskju. Þannig að ætli hann flytji ekki einn á næstu mánuðum. Þetta allt svo skrítið. Næsta spurning sem vaknar hjá flestum örugglega hvað ég að fara að gera á Íslandi. Svarið við því ekki alveg komið í ljós, en munurinn á að fara heim til Íslands og vera hér að ég get það mun auðveldara fyrir mig að fá einhvers konar vinnu. Það þarf ekki endilega að vera tengt náminu mínu, en bara að komast inn á vinnumarkað heim á Íslandi mikið auðveldara fyrir mig en hér og það bara þannig. Eins og staðan í dag, þá veit ég sem sagt ekki hvar á Íslandi ég að fara að búa. Hvort ég að fara að vera á höfuðborgarsvæðinu eða hvort ég að fara aftur norður. Það á eftir að koma í ljós, þannig að líf mitt bara ein stór óvissa þessa dagana. Og ég veit ekki hvernig líf mitt mun líta út næstu helgi, sko. Þannig að one step at a time. Þetta mjög bittersweet af því að faktist við Stulli alveg tilbúin að koma heim.
og værum bæði mjög til í að flytja heim bara núna, en það að vera að fara ein heim er ekki alveg afspennandi, með því að segja. Þannig að já, þetta er bittersweet, við skulum bara segja það. En ég ætla að reyna mitt allra besta að halda áfram að taka upp og gera vlogs, af því mér finnst það svo skemmtilegt og mér finnst svo gaman og fyndið að nenni eitthvað að horfa á þetta. En já, ég er alltaf búin að fá mikið pepp að halda áfram þó ég sé að flytja heim. Þannig að já, ég held ég stoppi bara núna og ég tala miklu meira. Ég þarf að skreppa niður í NK að kaupa mér nýtt sólarpúður frá Kaja. Mitt er alveg búið. Ég er búin að vera vinna í því síðustu dagar þess að stússar bara svona að kaupa allt sem ég þarf refills á áður en ég fer heim, af því sumt fæst ekki heima og það er allt ódýrara hér. Þannig að ég ætla að stökkva í Kaja og svo er bara restina af deginum að fara í að pakka og svo er ég að fara í nótt. Reyna að hugsa sér minnst það sem eftir er á deginum. The long dreaded day has come. Viltu segja okkur hvað klukkan er? Hvað er klukkan? Hún er að verða 4. Yay! Antea våning. Bye. Eftir 64 daga.